að jarðtengja okkur hérna bara það er við byrjum, svolítið vírun í loftinu bara almennt eða ekki? Ég held að ég býr náttúrulega bara út í sveit orðið og ég að stefna að verða bara bóndi og fara að rækta minn eigin mat og svoleiðis og ég kem orðið ekkert inn í borgina nema bara til að sækja mig nauðsynjar og mat og það kom mér óvart að ég bý inn í Hvalfirði á sumarbústaðasvæði og það er betur mokað hjá mér og búið að vera betur mokað hjá mér upp á sumarbústaðasvæði heldur bara hérna í útkörnu Reykjavíkur og hérna en ég finn Hver er að moka? Hver er að moka? Það er bara, málið það ég þarf bara, við þurfum bara að syngja eitt símtal og það var bara bóndinn næsta bæ mættu með hérna, snjóblásarann og sumarbústaðafélagið kostar þetta og þannig að það er vel okkur hugsa og sorpirða og allt þetta virðist að vera betri málum þetta við Hvalfirði heldur en hérna í Reykjavíkurborg sem mér fyndið af því að þegar ég er búin að búa í 7 ár núna í mismöndi timburhúsum fyrir utan borgina og hérna ég þurfti að grafa mig út og ég veit ekki hvað en það sem ég er núna það er bara þjónustan mun betri heldur en inn í Reykjavík þannig að ég er bara alls áttur en ég finn fyrir því þegar þessi dagar sem ég keyri inn í Reykjavík og hérna að því ég er ekki inn í þessu törbulansi alla daga að þá ég keyri bæinn og ekki það að mér líði eitthvað illa í Reykjavík skilur, alls ekki, en ég finn fyrir því þegar ég kem tilbaka, ég er þreyttur eftir að vera í umferðinu inn í öllu þessum umferð og auglýsingum og öllu því, ég finn klálega fyrir og ég bara finn fyrir þreyt þegar ég kem aftur tilbaka upp í Hvalfjörð og mér lifi mjög einföldu og svona, það er lítið áreiti á mig skilur. Ég var að ræða þetta við vinnminni Símon bara núna áðan sko að hérna, við vorum bara að tala bara þetta svona einhvern veginn, þegar maður fær allt í einu svona einhverja tilfinningu að áreitin byrja að vera svolítið overwhelming bara og þá, þú veist, þetta bara kunna þá að hlusta á sjálfa svo og segja, þú veist, ok, get ég tekið eitthvað bara af to-do-listanum mínum í dag og farið bara í sund, sko. Já, við þurfum að fara að gera meira af þessu, skilur, þetta fólk náttúrulega held ég að vera sumir hverjir er náttúrulega að vera meira svona að fara að ráða tíma sínum og hvort þeir mæta fyrir á mótnana eða seinna það skiptir ekki öllu máli svo lengi sem þeir skila sínu þannig að ef að fólk getur hlusta á sjálft sig og tekið tíma fyrir sjálft sig það er bara skiptir gríðarlega miklu máli þetta er að því að það að vera hamingjusamur og frjáls við tölum til senasta spjalli að þetta er bara, hvernig ertu að sinna þetta dagsdaglega, hvað ertu að gera til þess að betrumbæta lífið þitt og styrkja og styðja við taugakerfið og ég er mér gaman eins og við tölum senast, ég er gaman að myndlíkingum og ég pæli mikið í taugakerfinu og ég er með svona myndlíkingu sem ég er farin að nota og það þegar þú ert inn í hellinum þá ertu önnur manneskja, þá ertu í your feminine side og í nurturing side og átt bara að vera þar og átt að vera að sinna börnum og fjölskyldu og segja sögur að deginum og kveikja upp eldinn, það er eldavélin og þá átt að vera í sympathetic, rest and digest að hlúa fjölskyldunni svo þegar þú fer út úr hellinum þá getur þú farið í do into your male side og gert hluti, skaffa til matar og hvað þú gerir, skilur. En við verðum að geta gíra okkur á milli. Því ef ég ætla að vera gæinn þegar ég kem heim á kvöldin, þá hafa börnin mín engan áhuga að vera innan með eða þá hafa ég engan áhuga að vera innan þau því ég er bara í að skrolla eða hvað ég er að gera. Svo langar maður kannski út úr þessu móti en einmitt, þá þarf maður bara, þú veist, það er sárt að því þá fyrir maður að vera inn í frákværsenginu. Ég er í svolítið svona tímbili núna, var þessi svakalegi skellur þegar allt hrundi hjá mér og síðan er ég búin að vera einhvern veginn að komin svolítið að stað aftur og það er viðtöl og það er að bóka þennan og undirbúa þetta og svo verið í einhverjum öðrum verkefni með og allt í einu fattar maður bara, ég er búin að vera bara í ógeðslega langan tíma einmitt, þú segir, þú kallar þetta feminin og maskjúlin það er búin að vera bara allt, pendúlin er bara svo mikið maskjúlin megin, það er bara ég bara gera
en sympatíski hlutin og svona hleðslan hefur bara orðið út undan, sko. Já, veist, ég verða endur hlaða batterín, skilur, það bara þannig, veist, ef ég get ekki að því að málið það, ég get ekki hlaðið á batterín í ég get farið í ræktina og lyft lóðum og verið hrikalegur, en ef ég fer síðan ekki síðan ekki inn í hellirinn minn og fer í recovery, þá engin ávinningur af því að vera hrikalegur í ræktinni, nema það bara fyrir egomi, skilur, að því að það ekki vefja uppbygging í ræktinni, vefja uppbygging í hvíld, öll heilun í hvíld, öll endurhleðsla, endur uppbygging fruma gerist í raun og veru því sem við kallum self-healing, eða þegar við komumst yfir í djúpsvefn, að þá meltingakerfi okkur virkast, þá frásog næringarefna, það uppbygging á vöðvavef í hvíld, þú veist, og leiðin heim í hvíld, þú veist, leiðin heim í hjarta, að upplifa ást og umhyggju, það parasympathetic, það inn í hellinum. Ég hef ekkert við verkfæri ást og umhyggju að gera þegar ég úti að elta bráð mína eða vinna fyrir ykkur, skilur, það bara annað mentality, og þetta bara eins og við getum hugsað að þetta ég með fatarskáp og eftir því sem ég hreinsa meira til í sjálfum mér og fataskápurinn mun vera einfaldari, og ég skil, þetta fötin sem ég nota, að þá get ég nota þetta, ég hef í raun og veru bara mismandi avatara, sem hvað þýðir það? Ég margslunginn karakter og ég ég hef alls konar hlutverk, og ef ég get stigið inn á milli þessar hlutverka að vera vera í starfi mínu, í starfi mínu ég annar maður heldur, ég heima með dóttur minni sem 16 ára, skilur, þegar ég sit með dóttur minni og ég til staðar, þá leyfi ég mér að vera 16 ára með henni og hlusta á hana og tala við hana þar, en ef ég fer síðan og tala við bankastjóra minn, þá fer ég ekki sjaman að poncho eða eitthvað, skilur, þú veist, ég mæti ekki eins og einhver hippi, skilur, í eða í kósigallanum mínum sem ég í upp í sögabústað, þú veist. Ég að sjá þetta fyrir mér, ég að sjá fyrir mér fundin í sjamanagalanum og bankastjórun hinum með borðið. Já, þú veist, það var alveg fyndið og það kemur svo tími til sem að, þú veist, það verður bara acceptable, en í dag þá myndi ég freka fara í snirtilegan fatnað og presentera mig sem ábyrgan einstakling, skilur, sem vel til hafður og svoleiðis, og þú veist, og það ekki það að ég sé fake, skilur, ég stíg bara inn í þann avatar sem hlustun fyrir, og þegar ég í jafnvægi og ég byrja að skynja inn í hvað hlustun, inn í hvað hóp ég að tala við 15 ára, eða ég að tala við 8 ára, eða ég að tala við fullorðið fólk sem hefur skilning, þú veist, þá ég stíg inn í mismunandi avatar og allir geti gert þetta, skilur, og þetta það sem að þýðir að avatarar eða hvað við köllum þessa holdgerfinga eða holdgerfinga eða hvað þessi karakterar sem við tökum okkur sem frumkvæði, við lítum upp til. Gaman og nefnir avatara, því að við vorum búin að tala þetta af ætlum svolítið að tala ancient civilizations og svona, þá hugsa maður einmitt avatar og það sem þeir eru með og líka kerfin. Þá einmitt ég hugsa bara þessar svakalegu skilyrðingar okkar inn í og einmitt þetta, því þú ert í sveitinni núna, þá þú farin að vera, ef þú hugsaður við værum öll bara í svona sjálfsþurftabúskap, tala nú ekki við værum upp í sveit, að þá byrjar að hlusta meira bara á lífveruna þína, og ég var að hugsa í morgun að því eins og segi, bara búin að vera í einhverju svona tímabili þar sem ég finn bara að kerfið mitt þarf meiri hvíld, ég þarf að prósessa, ég er búin að vera í rosa miklu overload á heilan og mikið áreitum að koma inn, og það bara á hvaða punkt ætla ég bara að byrja að prósessa og bara sitja tilbaka og hlusta og prósessa, og í morgun þá mitt skilyrðingin sko að bara vakna þarna 7:45 og svo liggja upp í rúmi og ég alltaf það allt í kerfinu mín að segja ég þurfa að hvíla mig lengur. Já.
okkur kvíli ég mig ekki lengur og svo bara var ég svaka slökun besti hlutin af tímanum sem ég var upp í rúmi var þessi 1,5 klukkutími sem ég gaf mér í viðbót og þá hugsaði ég mig þess að núna bara í janúar, þú veist, myrkur og rigning og þú veist, við erum bara að reka börn, sko, ef við værum að hlusta meira á lífverðinum, þú segir, ekki viðvarandi svefnvandamál á Íslandi og allir í streit og verður ekki fínt myndum bara byrja þetta aðeins seinna núna meðan það er svona mikið myrkur og bara chilla aðeins og hvíla okkur, skilur. Klárlega, þú veist, þú veist, ef við horfum á náttúruna, hvað gera dýr, skilur, þau leggjast í hýði. Þau hvíla sig, þau safna vetraforða, skilju, það er eðlilegt að fitna hans á haustin og bara hormónakerfi okkar virkar þannig. Og við færum bara það við færum að horfa eins á dýrin og náttúruna, hvernig funkar og hvernig er þessi tímabil, veistu, hvernig í raun og veru vex, grænmeti og annað, við færum að svona eins að aðla okkur aftur að náttúrunni og bara fara að fordæmi náttúrunnar. Það myndi gjörbreyta öllu og þetta er einmitt þetta að eins og í morgun, þú gefur þér heimild, skilur, í staðinn fyrir að sparka þér fram úr bara til að fara fram úr að því að þú veist, þú er bara grade A citizen að því þú vaknar korter í 8 eða hvað það er, skilur, og það er bara, ef þú leggur því í hádegina þá ertu bara aumingi, skilur og eitthvað svona, þetta er ekki rétt, þú veist, það er ekkert af því að leggja sig á daginn, það er ekkert, við eigum að hlusta á okkur, skilur, og það er ekki einu svona eðlilegt að sofa 8 tíma á dag, skilur, það var bara fyrir nokkur 100 árum síðan, það eru ritheimildir sem að sýna fram á það að fólk svaf í lotum, það fór kannski að sofa klukkan 8, svafi 4 klukkutíma, vaknaði síðan og við kert á spil og var að lesa bækur og svaf svo aðra 4 tíma fór síðan við að vinna og svo kom það heim og laði sig í hádeginu, skilur, og það er ekkert að því að hvíld er dyggð, það er bara ég held að sé fátt sem að ef góður hvíla að þá ertu hamingjusöm maður að því að málið það að í gegnum mín störf að þá hef ég bara hitt fleirendur manns sem að gera engan greinamun á því hvort þeir eru að slaka á eða hvort þeir eru þreyttir, það er svo sjaldan sem fólk slakar á að það heldur bara alltaf að leiða slaknar á því að ég er svo þreyttur en það er bara þannig að þekkir ekki einhver slökun nema bara sem þreytu. Það er eiginlega einmitt, þetta er eiginlega ég held að sé svo margt sem bendir til þess, bara öll statistík sem segir okkur þetta með bara hvernig streita, kvíði og allir þessi lífstílsjúkdómar á leiðinu upp og að þetta er þessar heila bylgjur þeir eru út í slökun en samt á einhvern hátt alert og vakandi. Já, það er ótrúlega eftirsóknarvert ástand þar sem að bara einhvern veginn þú ert komin inn í aðrar heilabylgjur og það er svo margt sem byrjar að gerast þannig. Þeta og delta eru, skilur, það sem að mest virkni á hugmyndaflæðið og annað gerir. Þú kemst ekki inn í þeta og delta í of örfuð ástandi, skilur, ekki nema og keyrir adrenalín bara upp úr þakinu, skilur, og það þolir það enginn til lengdar. En þannig að við get farið í hináttina og slaka á taugakerfinu og þar að velegandi opna fyrir delta og þeta bylgjur, skilur, þá bara gjörbreytir lífni, skilur, hvað ég get manifestað til mín, skilur, og bara hugsunarháttur minn verður gjörbreyttur þegar ég losna úr þessu að vera alltaf í fight and flight að þá fer ég að hugsa á allt annan hátt. Ég fór í haust á smá flakk og ég var í Mexíkó sem ég sagði frá þegar ég kom senast og ég fór síðan áfram og fór til Texas og var að vinna þar og fór síðan flög heim og ég stoppaði 30 klukkutíma í Íslandi og flög síðan til Svíþjóðar og var að starfa í Svíþjóð með athafnir og fleiri og síðan þegar ég kom heim eftir þetta flakk, ég var búin að vera í burtu í svona tíma og ég kem aftur tilbaka og ég fer upp í Hvalfjörð í sveitina mína og ég var í svona 2 vikur að ná mig tilbaka bara í því og mér leið bara alla daga eins og ég var að bregðast einhverjum, ég þurfti að fara eitthvað, ég þurfti að fara í bæinn eða blá og svo var ég bara, slaka á, það er ekkert að fara, það er nóg matur til,
þú ert ekkert að fara tökir á mig var bara í ennþá á flótta skilur eða á ferðalagi. En ef fólk komið á það staðið mitt að finna þetta sem þú ert að lýsa og finnir, þú finnur bara lógíkin segir mig bara, þú veist, það ekkert það enginn sem krefst þess ég verða að vera að gera eitthvað en ég finn bara kerfið mitt þú veist, ofta á fólk þá erfitt með að bara vinda ofan að sér. Já, ég myndi... Þá er orðið fíkn í bara, ok, þá verð ég bara að keyra mig aftur upp að því þetta svo óþægilegt, sko. Já, það fólk fast í þessu ástandi að því að það taugakerfi sem að ræður, skilur, og ef þú heldur áfram að þenja taugakerfi þá verður bara taugakerfi harðar og harðar húsbóndi og þannig að ef að þú byrjar að hlusta og nú spyr ég bara, skilur, þarftu að vinna 10 tíma á dag, skilur, eða þeir fara að líða illa og þú ert bara senustu svona 3 klukkutímana í vinnunni, ertu 3-4, ertu bara betur að komast heim eða þeir leiðist eða hvað þá ekki orðið spurning það að spyrja sig af hverju ég að vinna 10 tíma á dag eða 8 tíma á dag hvað þarf ég raun og veru mikið til að sinna grunnþörfum mínum sem að grunnþarfir mínar eru basically það húsnæði, skjól og matur og og ég myndi ekki transportation inn í það en þegar þú ert búin með allt umfram það græðki bara til að kaupa dót eða hvað og ef þú ert að safna fyrir upplifunum þá það bara æðislega, skilur, það ekkert að því en hvað þurfum við mikið dót, ok, og ef ég finn það, ég þunglindur og bugar og ég nenni ekki að vera í vinnunni minni og eitthvað, akkur tekið mig þá ekki bara 2-3 mánuði, ég fyrir bara að tala við atvinnuveitanda minn og leggja ego mitt til hliðar og átta mig á því að ég ekki ómissandi á neitt hátt, skilur, það getur ykkur annað að tekið slagan sem vantar kannski pening, skilur, eða meiri yfirvinnu og ég fer bara að ræða við atvinnuveitanda minn og segi bara, heyrðu, ég eiginlega bara búin að vera í hálfgerðu þunglindi senstu mánuði, ég basically senstu 3 klukkutíma dagsins ég bara betur að komast heim og ég bara spá hvort að ég mætti ekki taka bara 3 mánuði núna og vinna bara 6 tíma eða 5 tíma og ég ætla að fara í ræktina síðan bara leði ég búinn, skilur, áður en ég fer heim og svo ætla ég að sækja börnin mín og ég ætla að hlúa betur að mér í smá tíma og því svo bara ég nokkuð viss það annarkoð segja upp enda þess að 3 mánuði því að þetta ekki staðurinn til að vinna fyrir mig eða þá ég kem bara fullur og eldmóði tilbaka, skilur, og allir atvinnuveitendur skilja þetta því við erum öll mannleg og flestir atvinnuveitendur eru nefnilega mannlegir og þeir eru líka börn og þeir eru líka bugast þannig að við höfum, ef við erum tilbúin að vera heiðarleg og segja fólki bara, hei, mér vantar hjálp eða mér líður illa, getur komið á mótsumi, þá fáum við bara skilning, skilur Ég ætla að segja, þú veist, þú nefndir á það með grækina, sko, einn hluta af egóin einmitt sókn í að sækja meira, en svo annar hluta af egóin einmitt þú þarft að vera komin á ákveðin stað til þess að geta bara farið í þá uppgjöf að segja bara, herðu, ég bara bugaður nú þurfum við að gera eitthvað í því að ég bugaður að því að við erum öll með svo mikið stolt, sko, sérstaklega úr kallmaður, sko, að þannig að þú þarft að vera komin á ákveðin svona stað surrenders til þess að þora að segja svona við atvinnuveitandinn, við viniðina, við fjölskylduna að segja bara, herðu, nú ég bara í þessu ástandi ég valdi það ekki sjálfur, mér langar ekki að vera í því, mér langar að koma mér út úr því þannig en ég bara sé núna að það hvernig ég búin að vera að gera hlutina, það ekki að ganga upp, það bara ekki að virka þannig að, þú veist, það því að egói vill náttúrulega bara að, skilur nei, við reynum að þjarka áfram, þetta lítur að ganga upp og bara, við verðum að hafa þetta eins og þetta hefur alltaf verið og eins og bara nýbúin að setja út viðtal við hann Þórarinn Ævars og þú veist, það þarf eitthvað mikið að gerast hjá þér til þú eins og hann segir, skilur, ég átti spýtbát og hús og sportbíl með vængjaðurðum og allt þetta. Nú þetta allt farið bara. En mér líður miklu betur, skilur. Þú þarft að komast á ákveðin stað til að vera til í að sleppa tökunum að þessu. Já, mér fannst, ég hlusta á viðtali og takk fyrir að senda mér viðtali. Ég hlusta á þetta og
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.